Það var gigtarsjúklingur sem fór til læknisins og læknirinn spurði hann, sæll vinur, hvað amar að þér? Bara fasti liður eins og vanalega. En þá er gott að komast í hitan, pabbi, það ekki? Jónas vildi endilega vera með þetta. Ef að Tómas myndi ekki stilla gítarinn sinn, þá væri hann sennilega eins og eitthvað eins og þetta. Og ef hann myndi ekki skipta strengi þegar strengirnir slitna og eldast, þá væri bara ekki hægt að spila á hann. Það væri alveg glataður. En Tómas passar það. Og Ágúst Valgar, hann myndist á hérna áðan að það var að auglýsa Celebrate Recovery og bænastundina og þetta. Hversu mikilvægt það er og hvað þá sérstaklega á 9 ári að fá hlutinni í lag í lífi sínu. Og ég finna mig sjálf mig að það þarf að stilla mig aftur og aftur. Suma gítara þarf að stilla oft, aðra sjaldnar. Þeir eru kannski jafnari hita og strengirnir haldast betur. En það þarf að stilla alla gítara, alltaf annað slagið. Og ég veit að það þarf að stilla mig af, svo ég fái líkjast mér að Jesú. Og ég er nokkuð vissum, nema þú sért fullkomin, að það þarf að stilla þig af líka. Heyri, amen. Og við erum saman og það var gaman í vikunni, ég komst 2 sinnum inn á heimili í vikunni á bæn að koma saman líka með Kristi á Selfossi og í þessari sýslu að biðja saman, leita Guð saman og í gærkvöldi þá þið sem mistu af því, mistu það bara bestu súpu í Árnessýslu held ég. En þarna það er eitthvað sem að gerist innan með okkur þegar við stöndum saman. Og kraftur Guðs leysast úr læðingi þegar við vinnum saman, þegar við samhuga og þegar við höfum sameiginlegt markmið. Og hvert er markmið okkar hér? Það er að lyfta upp Jesú nafni. Það er að lyfta honum upp og þá dregur hann menn og konur til sín. Og þegar við lyftum upp hans nafni þá er Jesú svo lifandi í okkur og við segjum frá honum. Dýr sé Guði. Ég fékk ákveðið verkefni í dag, það kemur ljós fljótlega hvað það er. En mér langar að tala svolítið út frá 1. Korinthubréfi, þannig að þeir sem eru með Biblíu eða app í símanum endilega fylgist með. Og ég mun aðalega tala út frá 1. og 2. Korinthubréfi og nokkrum öðru ritningarstöðum, fyrir mig nokkra ritningarstæði. En ef við skoðum aðeins 1. Korinthubréf, eða Korinthusöfnuðin. Söfnuðurinn í Korintu var stofnaður í annarri kristniboðsferð Páls, cirka 52 eftir Krist. Og þessi söfnuður var uppskera af það bil 18 mánaða vinnu Páls. Við sjáum það í Postulasögunni 18. kafla. Söfnuðurinn var blanda af ólíkum kynþáttum og þjóðfélagshópum. Alveg svo hér, það er fólk hérna og þaðan og heiminn hér inni og mismunandi hópum í þjóðfélaginu. Flestir höfðu heiðinn bakgrunn, en það voru líka nokkri gyðingar. Að stórum hluta voru meðlimir úr lægri stéttum þjóðfélagsins, en þó voru líka nokkri sem þóttu vísir að dómi heimsins. Ég ætli það ekki verið kennararnir. Sæði fyrir Tómas. Hvað eru margir kennarar henninni? Hvað segir Biblía? Verið ekki margir kennarar, þeir fá þyngri dóm. Ja, það er kannski Guðshúsið verið að tala um. En þegar Páll var farinn, annað, að búa trún annars staðar, að þá kom upp vandamál í söfnuðinum. Og það er greinlegt að hann heimsótti aftur og planaði svo 3. heimsóknina. En bréfið skrifaði Páll eftir 3 ára dvöl í Efesus, það bil 55 eftir Krist. En lykilhugsunin í þessu bréfi er helgun.
er að vera heilshugar fyrir Krist. Hver hér inni þráir að vera heilshugar? Myndur ekki vilja að vera heilshugar? Er það ekki draumurinn? Það er eins og að vera í fullkomnu formi. Vera eins og Ívar Ísak og Hrönn í CrossFit. Við þráum að vera heilshugar í trúna á drottin Jesú. Og við sjáum að Páll hann hvetur þarna til þess að vera einingu. Og við erum að tala í þessum mánuði við, eða við saman hlýtur að vera. Við öll saman. En það var komin flokkadráttur og sundrung í þessum söfnuði. En hvað merkir það að vera helgaður og heilshugar og hvað merkir það fyrir okkar daglega líf? Ég líti á þannig að það er eins og að vera í góðu hjónabandi. Þess að þú elskar makaðinn og þið planið allt saman út frá sameiginlegum hagsmunum, tilfinningar þínar og ást þín er beint til maka þíns. Ekki til annarra karla eða annarra kvenna, heldur til maka þíns. Ást þín er öll þar. Þið notið tíman saman. Þið vinnið að sameiginlegum markmiðum, notið peningan ykkar saman, vinnið saman á uppeldi og velferð barnanna, ef þau eru til staðar, og þið eigið bókstaflega allt lífið saman. Og þannig finnst mér að vera, þetta er svona eins og líkingu upp á að vera helgaður við Krist. Við eigum allt með honum og erum allt í honum. Í 1. Korinthubréfi 1:9 þar segir trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélags sonar síns Jesú Krist drottin vors. Og þetta er lykilversi í 1. Korinthubréfinu af mínum mati og eitt af mínum uppáhaldsversum. Okkar fyrsta köllun er að vera með Jesú í öllu. Elska hann í öllu, ekki vera nísk á tíma okkar með honum, ekki vera nísk á peningun okkar handa honum og ef við elskum hann þá fyrir við alla leið með honum. Ég man að það var eins og sérlega myndalegu maður. Hann var talið myndalegasti ungi maðurinn í Fíladelfíu á sínum tíma. Og það voru margar konur hrifnar á honum. Það var mikill fengur. En hann fór út að borða með sömu þeirra en það enda alltaf einn veg. Það var aldrei aftur. Og vitið af hverju það var? Hann var svo nískur. Hann tímdi ekki að borga matinn. En það fór sem betur fyrir vel að lokum. En þegar maður virkilega elskar, þá er maður ekki nískur. Maður er ekki nískur á tíman sinni eða peningarna síni eða það sem maður hefur umleikis. Heldur gefur maður allt, ekki satt. Af því að maður elskar persónuna. Og við erum svo umvafin elsku að Jesú. Hann hefur gefið okkur allt. Að það gerir það að verkum að við þráum að elska hann tilbaka og við elskum hann meira og meira tilbaka, ekki satt. Í 1. Korinthubréfi 3:7 þar segir: Ég gróðursetti, Apollos vökvaði, en Guð gaf vöxtinn. Þannig er þá hvorki sá neitt er gróðursetur, né sá er vökvar heldur Guð sem vöxtinn gefur. Sá sem gróðursetur og sá sem vökvar eru eitt, en sér hver mun fá laun eftir sínu erfiði. Því að samverkamenn Guðs eru vér og þér eru Guðs akurlendi, Guðs hús. Eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér hef ég eins og vitur húsameistari lagt grundvöll annar byggir ofan á. En sér hver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Heyrið það. Annan grundvöll getur enginn lagt annan en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Og nú segir hjarta mitt, amen, halleluja. Dýr sig Guði. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hvers sig verða augljóst. Dagurum mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist, það hann byggð ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón.
Sjálfur mun hann frelsaður verða en þó eins og úr eldi. Ég gróðursetti Apollos vökvaði en Guð gaf vöxtinn. Sá sem heilsugar, hann að vaxa. Hann á uppleið, hann ekki á niðurleið. Hann ekki í stöðnun, heldur hann á hreyfingu í Kristi og hann keppist eftir því sem að Guð sýkir. Hvar ert þú staddur núna? Í gítarstillingunni. Voru allir strengirnir alveg réttir? Hljómaði þetta allt saman vel? Eða Guð að byrja að stilla þig? Hann að stilla þig? Guð að stilla mig af og skipta strengi. Stundum þarf að skipta strengi. Og það getur stundum verið óþægilegt. Til þess að leyfa Guði að skipta strengi, þá þarf maður kannski að taka sér tíma í bæn, jafnvel föstu að leita Guðs. Til þess að hann komist að skipta strengi. Ég sá í sjónvarpinu það var mynd menn sem voru að fara á villihestum Ameríku og þeir komu að einhverju gresju þar sem að hestarnir þau freistast til þess að éta grasið en það voru einhverju svona hringláttir könglar sem voru með göddum og þeir hefðu stungist í nösin á einum hestinum og hestamaðurinn var að reyna að koma bjargunum og tók svona töng og reyna að rífa í þetta. En þegar hann var að reyna að rífa í þetta, þá kemur hesturinn svona, setur upp annan framfótinn og keyrir í brjóstkassan á hestamannum. Hann vissi ekki að það var verið að hjálpa honum. Og stundum óþægilegt þegar verið að hjálpa okkur. Þegar verið að hreinsa okkur, þegar verið að laga okkur til, þegar verið að skipta strengi. En það bara eitthvað sem þarf. Það svo miklu betra á eftir. Það lausn og líf og það góður hljómur á eftir. Í 1. Korinthubréf 1. kafli og 3. versi að þar segir: Náð sé með yður og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ávallt þakka ég Guði mínum yðar vegna fyrir þá náð sem að hann hefur gefið yður í Kristi Jesú. Í honum þér auðgæðir orðnir í öllum, í hvers konar ræðu og hvers konar þekkingu. Vitnisburðurinn Krist líka staðfestur orðin á meðaliðar, svo að yður brestur ekki nein náðagjöf, meðan þér væntið opinberunar drottins fórs Jesú Krist. Í 7. versinu segir hann: vitnisburðurinn líka staðfestur orðin. Það svo mikilvægt að vitnisburðurinn okkar sé lifandi innan með okkur. Vitnisburðurinn það sem Jesús hefur gert fyrir því hann lifandi innan með þér? Kemur hann upp þegar þú tala við fólk? Var ekki verið að æfa vitnisburðurinn á síðasta móti? Ertu brennandi? Langar að segja ykkur frá því hvað Jesús hefur gert fyrir þig? Langar að raunverulega? Eða langar ekki? Langar bara að tala eitthvað annað? Auðveldar að tala eitthvað annað? Langaði til þess að langa? Amen. Það svo oft þegar fólk nýfrelsað, nýbúið að taka á móti Jesú og þá þessi brennandi þörf og þessi brennandi löngun til þess að segja frá Jesú. En af hverju ætti það að hætta? Ég hætti aldrei að segja hver kona mín. Ég hættur, nei, ég nú hættur að segja hver kona mín. Ég leiður á henni, nei. Ég það svo sannarlega ekki, ég elska hann öllu hjarta. En við þurfum þennan streng þarf að stilla hjá okkur. Að við séum brennandi að segja frá Jesú. Við höfum verið að biðja fyrir því að á þessu ári að þá megi margir frelsast í þessari kirkju. Margir finna Jesú. Raunverulega finna Jesú. Hefur ykkur upplifað það að verða ástfangin af Jesú? Finna friðinn streymin í hjartað. Vá, lífið og tilgangurinn, allt var grænn og allt var betra. En það var raunverulegt. Viltu sjá ykkur hér út í þjóðfélaginu upplifa þetta sama? Meðtaka lífið í Jesú Kristi, snúa sér frá syndu sínum og ganga með Jesú. Þetta þrá að sjá. En þetta gerist fyrst og fremst og númer 1 með því að ég, safnaðarmeðlimur,
að segja frá út í bæ. Og svo komum við hingað saman til þess að fagna og byggjast upp. Hérna erum við eins og með einkaþjálfara sem að þjálfa okkur áfram og brýna okkur. En við erum á Guðsvegum út í bæ og í vinnunni. Og hjarta okkur þarf að vera fullt af honum. Að það sem af gnægð hjartans mælir munnurinn. Að það sem í hjartanu Jesú nafn. Að tala hann, segja hvað hann hefur gert. Og ef þið finnst hann ekkert að hafa gert lengi, þá er tími til að fara á hnén, að biðja. Og drottinn hann mætir, hann lætur ekki á sig standa. Hann kemur. En svo kemur á því sem ekki eins vinsælt og ef eitthvað líkar þetta ekki, þá skammiði mig ekki forstöðumennina. Ég skal sitja fyrir svörum með þetta. En hvað segir Biblían að vera heilsugar í peningamálum? Það er til að tala það. Fyrra Korinthubréf 16, vers 2. Þar sjáum við svona nokkra leiðbeiningar Páls. Hvert fyrsta dag vikunar skal hver eða leggja í sjóð heima hjá sér þar sem efni leyfa, til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar í kem. Hann undirbúið söfnuðin. 2. Korinthubréf 8:3. Ég get vottað það, hversu þeir hafa gefið eftir megni. Þetta hann komin aftur. Hann að votta það sem hafa gerst. Eftir megni, já, megn fram af eigin hvötum. Og það svo merkilegt að þetta það sem Guð virðist elska. Þeir megn fram af eigin hvötum. Það var enginn að berja á til hliðinni eða svona, en hann fann að þetta var þeirra eigin hvötum. Þeir vildu gefa. Og 2. Korinthubréf, næsti kafli eftir, 9. kafli 6-8. Við lesum frá 7. versi. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. Og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og áallt hafið allt sem þér þarnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Og við sjáum hér að Biblían kennir okkur að gefa. Fyrsta lagi, við sjáum hérna í fyrsta vers sem ég las, eftir efnum, það er ekki ykkur að biðja að taka lán til þess að gefa eða fara yfir á vísakortinu til þess að gefa. Þetta gefið eftir efnum, en þó jafnvel megn fram. Og ég man alltaf eina góða sögu af dóttir Mike og Sílu, henni Kim. Hvað margir sem kannast við hana? Hún hörku prédikar í dag. Að ég man eftir Mike sagði frá því, þegar hún var lítil, þá heyrði hún kristniboða. Og það var verið að styrkja kristniboða. Henni langaði svo til þess að gefa kristniboðanum. Hún ákvað það á þessum tíma, mörgum ára síðan. Hún ætlaði að gefa, ég man ekki hvort það var $20-30 á mánuði. Og hún hafði enga innkomu, enga vinnu. En hefði ykkur að vassa peninga. En í trú til drottins. Og taki eftir því að en réttláti mun lifa fyrir trú. Og við þurfum alltaf að lifa í trú sem kristi fólk. Í trú framfyrir drottni að þá ákveður hún það, þessi litla stúlka, að gefa þennan pening. Og hún stóð við það. Það kom peningur, hvort hún fékk að passa eða ýmislegt, en hún gat alltaf staðið við það sem hún ætlaði að gefa. Þessi litla stúlka. Af því hún gerði það í trú. Amen. Kerfisbundið okkur kennt líka. Og fyrst og fremst með gleði og fúsum anda. Og það það mikilvægast í þessu. Og það ákveðin staður sem ég óska þess að við öll getum komist á. Að gefa með gleði og fúsum anda. Og ég hef svo marg upplifað það, hvernig Guð blessar það. Bara lítið dæmi, fyrir jólin, að þá fekk Sissú, kona mín, til sín ákveðið sem átti að gefa, kristinboða, og ég fekk ákveðið til mín, og svo eitt annað sem við sameiginlega ákveðum að gera, og við hugsum ekki þetta, við bara gáum þetta, borguðum þetta, og gerðum þetta bara með gleði. Ekkert meira spáði það. Svo núna í byrjun janúar, þá allt í einu,
komin ákveðin upphæð frá fleiri en einum stað sem við ekki hugmyndum, kom óvænt inn og svo var ég nú aðeins að kíkja át í huganum, slóðu saman akkurat tvöföld upphæðin sem við gáum. En Guð lætur ekkert að sér hæða. En við þurfum að komast á hana stað þar sem við gefum með gleði. Ekki með nauðung, heldur með gleði. Og það staður sem að Guð vill leiða okkur á. Í litla spámerinum Malaki 3, 8-11, fyrir hans í Gamla testamenti. Og það ætla ég að skoða svolítið sem að orð sem að margir ekki hrifnir af, óttast, og það tíund. Samt heitir nú rit, hvað ekki, rit skattstjóra, tíund. Þetta er nú ennþá notað í íslenskunni. En þar segir í Malaki 3, 8-11, á maðurinn að pretta Guð. Úr því að þér prettið mig, þér spyrjið, í hverju hefur prettað þig? Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarginn fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntréð á akrinu verður ekki ávaxtalaust, segir Drottinn allsherjar. Tíund þýðir einfaldlega 1/10 hluti tekna. Og í Gamla testamentinu þá gáfu Ísraelsmenn þetta til þess að halda starfsemi musterisins gangandi. Reglan tíund ekki sérlega kennt í Nýja testamentinu þó að sé minnst á hana í Hebreabréfinu 7. kafla. Og þeir sem þetta áhugavert sem að koma hérna. Hebreabréfið 7. kafli, vers 1-2. Tíund svolítið eins og líkamsræktin á Íslandingum. Þeir fara í líkamsrækt 2-3 mánuði, líður rosalega vel. Fara í trú, fólk fyrir líkamsrækt í þeirri trú að þeir muni líða betur, jafnvel léttast og líta betur út. Þannig fer það í trú í líkamsrækt, hvort sem það hlaup eða göngur eða sund eða lyftingar, hvað sem það Það fer í þeirri trú að það gerist eitthvað gott, ekki satt, Haraldur? Og þegar Íslendingar fara í heilsurækt og líkamsrækt svona, þá gera þetta oft í 2, 3, 4 mánuði, finna breytingu, þetta æðislega gott og hollt og bara líður vel, en svo hætta þeir. Þeir líður bara svo vel, þetta komið í lag. Og svo aftur eftir 7 mánuði, þá þarf að fara aftur í líkamsrækt. En tíundin, hún ætti ekki að vera svona. Við tökum það betur aðeins síðar. Hebreabréfið 7, vers 1-2. Melkísedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðsins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum og honum lét Abraham í 10 af öllum. Abraham sem sagt greiddi 10 til Salems prest Guðsins hæsta og konungs í Salem. Fyrst þýðir nafn hans Réttlætis konungur en hann heitir ennfremur Salem konungur, það friðar konungur. Abraham greiddi Melkísedek 10, presti hins Guðsins hæsta. Og Abraham var faðir hinna trúuðu. Við sjáum það í Galatabréfinu 3. kafla frá 6-9 að þar talað Abraham og sagt að Abraham hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Og hluti af því að vera gjafmildur og gefa og greiða 10 það að trúa Guði. Að trúa því að Guð sé sá sem hann segist vera, trúa því að Guð standi við það sem hann segi og að bara hafa trú, stíga út á vatnið. Og við sem að hann faðir hinna trúuðu og þess vegna ættu við að fara að fordæmi hans varandi 10 og
við skulum taka eftir því að Abraham var á undan lögmálinu. Margir sem segja að tíundin er bara hluti af lögmálinu, við hlustum ekki á það. Það er ekkert með okkur að gera. En Abraham var á undan lögmálinu. Þetta er bara ákveðið lögmál Guðs að greiða í hans hús, ekki satt. En hvað hefur Jesús málið að segja? Já, við hlustum nú á Jesú, eða ekki? Hver hlusta á Jesú? Svo er enginn að segja amen. Það myndaði hérna, sást hverju, nei. Í Mattheus 23:23, svo lesa það. Þar segir hann, vei yður fræðimenn og fariséar hræsnarar. Þeir gjaldi 10 myntu, anís og kúmeni, en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra, það sem ber að gjöra er að stunda réttlæti, miskunn og trúfesti. En svo segir hann, þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Sem sagt haldið áfram líka að greiða tíundina. Amen. Skiljum við það? Þetta er bara skýrt. Svo í Lúkas 16:11 að þar segir, ef þið reynist ekki trúir í hinu rangláta mammon, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og í mínum huga, þetta er mín skoðun, að þeir sem ekki eru trúir þarna, þeir geta ekki tekið þessi leiðtogastöðu í Guðsríki. Þú þarft að hafa trúfesti þarna. Þú ert að læra það. Ég átti að vera leiðtogi í Guðsríki. En Guð er unni takmarkar og Jesús takmarkar okkar ekki veit 10. hluta. Og það sem við gefum umfram 10 er flokkar sem fórnar gjöf. Og strangt til getið að þá hefur Guð rétt til allra eign okkar. Er ekki sammála því? En það er samt svo hjálplegt að hafa biblíulega skýringar og línur sem við fylgjum. Og í Mattheus 6:21 sagði Jesús, því að hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Hvar er fjársjóður þinn? Viltu treysta Guði fyrir öllu? Viltu ganga inn í þessa gleði að gefa? Þetta flæði að gefa og það er svo mikil blessun. Ertu heilsugar þarna? Foreldrar mínir kendu mér þetta með 10. þegar ég var 9 ára gamall. Og það er mörg ár síðan og ég var að vinna, ég man ekki hvað var, tíkall á tíman. En það var mjög einfalt reiknistæmi. 9 krónur til mín, 1 króna upp í kirkju. Og alla tíð, alltaf, með, ég held að það sé bara alveg fyrir náguðs að þá hef ég fengið að skila þessu og Guð hefur blessað það. Ég þarf ekki að hugsa út í það. Ég þarf ekki að spá í það. Bara til Guðs og svo eru fórnir á samkomum, svo talar Guðin í hjartað, styrtu þetta, hjálpaði þessu. Og ég er kannski góðri vinnu núna með góð laun núna, en ég hef átt árabil þar sem ég hef alla haft nokkuð laun. Ég er í starfinu, reynt að skrifta eða fengið ykkur að styrkja og svona, en þetta hefur bara, Guð hefur alltaf séð þetta og blessað þetta. En Guð vill að við gefum að gleði en ekki með nauðung. Og við þurfum að ganga inn í þetta flæði. Viltu það? Þetta er trúarflæði, þetta er svona trúarskref. Þú veist ekki nákvæmlega hvað þetta verður, en þú ert bara að treysta því að það sem Biblían segir sé rétt og að Guð muni standa við sitt. Og það eru margir sem hafa prófað þetta og upplifa blessun Guðs í þessu. En fyrst og fremst er blessun Guðs í því að hlýða honum og hans orði. Án þess að vænta nokkurs tilbaka. En ég er að segja frá minni reynslu. Að mér reynsla er svo að Guð lætur ekki eiga neitt inn í hjá sér. Hann sér sitt. Heilsugar í vilja hans. Erum við tilbúin að deyja okkur sjálfum til að lifa honum? Leyfa honum að gera það sem hann vill. Þetta er alltaf strengur sem þarf að stilla svolítið. Kannski daglega.
Og þegar að lífið þitt komið í ákveðin farveg, þú ert búin að móta inn í Guðs vilja, þá þarf að stilla þennan streng sjaldnar. En það er alltaf samt barátta við holdið, við okkar eigin vilja, þessi við viljum. Það er ekki alltaf það sem að sama og Guð vill, en Guðs vilji er það besta fyrir okkur. Hann hefur skapað okkur í ákveðnum tilgangi, hann hefur ákveðna fyrirætlanir, hann hefur ákveðið góð verk sem hann hefur smíðað okkur til að framkvæma. Og það er spennandi og það er líf sem að er uppfyllir tómarúmið í hjartanu, sem að fyllir okkur af gleði og lífi og von, að lifa í Guðs vilja og framkvæma Guðs vilja. Halleluja. Jesús átti lærisveinar sem voru heilsugar og lifðu fyrir Jesú alla leið og dóu að lokum píslavættist dauða. En svo var einn lærisveinn sem að fylgdi Jesú, en hann elskaði peningana meira en Jesú og hann dó í synd og skömm. Það var hann Júdas. Hann var ekki heilsugar með Jesú. Páll dó sjálfum sér og lifði fyrir Krist. Og Jesús dó bókstaflega sjálfum sér og lifði fyrir föðurinn. Og Jesús er okkar fyrsta og helsta fyrirmynd. Í 1. Korinthubréfi 11. kafla, við erum búin að aðeins vera að fikra okkur áfram í 1. Korinthubréfi. Þar segir Páll, því að ég hef meðtekið frá drottni þess að ég kennti yður nóttina sem drottin Jesús var svikinn. Tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörðu þetta í mína minningu. Sömulegis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar er hinn nýi sáttmáli. Gjörðu þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Svo oft sem þið étið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. Jesús gaf allt. Og hann uppskar margfalt af því að hann gaf allt. Hann hélt engu eftir fyrir sig, hann gaf föðunum allt. Langar þig að komast á þennan stað, að vera heilsugar við drottin þar sem að hann tekur við og hann leiðir líf þitt þann veg sem að hann vill. Kannski, það geti verið hver sem er. Foreldrar mínir eru í Afríku, hálf slöppanaslægið en ennþá lifandi. En lifa í Jesú nafni og lifa fyrir drottin. Og þannig eru mýmörg dæmi Guðs fólk út allan heim sem að lifi fyrir drottin þangað til að deyr. 1. Korinthubréf 15, vers 57. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vors Jesú Krist. Ef við fara með þetta saman, Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vors Jesú Krist. Og einu sinni enn. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vors Jesú Krist. Svo segir í næsta versi. Þess vegna mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, síauðugir í verki drottins. Þér vitið að erfið yðar er ekki árangurslaust í drottni. Halleluja. Nú langar mér að ég skilja ykkur eftir með þessa spurningu. Drottin er í heilsugar öllum sviðum. Ég hef kannski að fá smá lofgjörð og ég var aðeins að loka augunum, það hjálpar okkur, þá erum við ekki að horfa aðra. Drottin er í heilsugar öllum sviðum. Við skulum spyrja þessara spurninga núna, bara með loka augun og í okkar eigin huga. Drottin talar til okkar sem einstaklinga fyrir sín heila anda. Talar inn í huga okkar, hjarta okkar. Drottin er í heilsugar á öllum sviðum. Svo skulum við biðja að drottin hjálpaði mér að vera heilsugar fyrir þig. Leiddu mig og gerðu mig líkari þér. Við skulum huglega þetta og ef ykkur þráir fyrirbæn hér í dag, þráir að vera heilsugar eða þú er sjúkur eða eitthvað slíkt, að þá vil ég bara biðja með þér og standa með þér.
Ykkur velkomið að standa á fætur þar sem að Ágúst Valgarð leiði okkur í lofgjöra söng. En við skulum taka okkur tíma fram fyrir Drottni. Leyfum honum að stilla strengina okkar persónulega strengi af. Þannig við fáum að hljóma vel. Þannig að líf okkar verður góður hljómur fyrir alla sem við hittum og verður lofsöngur fyrir Jesú. Amen.